Haraldur Ólafsson. Hvernig fannst eini sanni. Eini sanni. Mér fannst það stemming. Já. Þú veist, mér fannst hann tala svolítið lengi og þá datt ég svolítið aðeins út. Ok. En samt, þú veist, mér finnst það alveg skemmtilegur. Já. Þetta er náttúrulega risamál og ég meina, og þegar maður er með mjög sterka skoðun annað hvort já eða nei, þá er ekki bara eðlilegt að maður einhvern veginn tali lengi og ógeðslega mikið þetta. Jú, mér fannst það samt smá sko vera að bulla aðeins, ef ég má segja það. Því ég var að spyrja hann út í ungt fólk og hvernig það væri, þú veist, upp á að kaupa sér íbúð og svona. Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem er að kannski að reyna að kaupa sér íbúð, svona vexti og svona, skæti það ekki hjálpað okkur? Ég sé það nú ekki alveg sko, það er ekkert sem að svona, það er engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem er svolítið vont í þessu er að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum og er algjörlega forsendur fyrir því að gangi í evruna. Það sem er hins vegar slæmt er það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessu eftir 10 ár. Og það er auðvitað mjög slæmt, sko, þá er allt einu stjórnvöld orðin stikkfrí og sem það eru auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lagi. Þeir eru reyndar í ólagi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólagi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand, sko, og ég meina einhver þjónn í París, sko, hann hérna sem að afgreiður á kaffihúsi og hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð, sko, fyrir sig og kæristuna, sko, hann þarf að borga 2 sinnum mánaðarlaunin sín í húsalegu, sko. 2 sinnum, ekki helmingin af þeim eða eitthvað svoleiðis, heldur 2 sinnum mánaðarlaunin, þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum er náttúrulega bara svo, þau þurfa að búast upp í sveit, sko, taka lest í 3 korter klukkutíma til þess að komast í. En er það ekki bara út í að það er stórborg, skilur, eins og í New York, það er bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur? Jú, það er auðvitað eins og í New York, sko, en þetta er líka í borgum sem að eru tölvert minni, sko, sem eru nokkur 100.000 manna innan við 1.000.000. En það er alveg hægt að laga þetta, sko, ég meina, það er ýmsar leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi. Það fórum að tala um að það væri ekki dýrt að vera einhvers staðar í París og fólk þyrfti að vera út í sveit. En þú veist, það er bara stórborg, fattur mér að það ekki alveg make a sense, veistu hvað við? Já. Er það galið? Það er enginn að segja mér sem að það sé rándýrt að búa í Billund í Danmörku. Nei, já, ég veit ekki hvað kostar. Þú veist, ég bara trúið því ekki, sko. Já, ok, þannig að hann var ekki alveg að selja þér þau rök. Hann var ekki alveg að selja mig það. Nei. En var eitthvað svona sérstætt sem hann sagði sem þú hugsaði bara, ok, ég kaupið þetta. Ég veit ekki hvort það sé gali, en ég keypti alveg þegar maður tala um herinn. Já. Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Það virðast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her. Og sko, mér er endar búin að tala um þetta lengi. En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það er komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, það er svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur einhver svona aðgerð. Sko, Bretar eru farnir. Þeir voru alltaf á bremsunni. Og nú eru þeir farnir, þannig að þá muni þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð þarna í Úkraínu, þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við, þeir eru alveg samferður um það að nú verði Evrópu hér. Ok. Gætið þú séð þig fyrir mér, þú stíða með byssu í herbúning? Ég veit ekki hvað skal segja, sko, það er bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn. Ok. Og mér finnst þetta mjög óhugulegt. Ég trúi því alveg. Ok. Sko þú náttúrulega... En það er ógeðslega létt að selja mér allt, sko. Já, þú heitir sko Þorgerður Katrínu og varst að spyrja hún út í Evrópuherinn. Og hún sagði bara... Nei, ég hitt hann ekki. Já, og svaraði þið bara. Já, hún svaraði mér eitthvað á Instagram. Þannig að þarna ertu með 2 einstaklinga, segja bara alveg sikkert hluti. Hvað, og veist, er annað meira samfærandi hitt? Nei, veistu hvað, ég er bara svona... Ég veit það ekki.
Ég veit það bara eiginlega ekki hvað ég á að segja. Mér finnst þau bæði bara, það ekki kannski bara bæði að ljúga? Galið að segja það. Já, sko, þetta náttúrulega svo erfitt í þessu, að því að sko, fólk auðvitað bara hefur einhverja trú og veist, hann auðvitað að spá fyrir framtíðina. Hún náttúrulega líka að gera það. Það alveg rétt, það umræða það í Evrópusambandinu og Evrópu, hvort að Evrópa í að vera með einhvers konar her. Það einu umræða, svo það hinn spurningin, ok, ef það væri stofnaður einhver her, væri hægt að þvinga Íslendinga til að taka þátt í honum. Það einhvern veginn, það önnur umræða. Og en það alveg rétt, þetta svona, það óvissaði kringum þetta. En hann var að tala að væri einhver komin, einhver hernaðardót, einhver 5.000 manns og ég kaupi það ekki alveg út í hvað ætlar að gera með 5.000 manns, þú þá bara eitthvað að fara að taka yfir Hofsós. Það ekkert mikið þú ert að fara að gera með 5.000 manns. Nei, þetta svona sveit, svona Evrópusambandssveit sem að, ég er svona ekki hægt að tala þetta sem Evrópuher, sko. Okay. En hvað veit ég, þetta auðvitað pólitík, hvað maður kalla hlutina líka. En svo talaði mikið kostnaðin og það náttúrulega rök sem að sko andstæðingar nota mikið, að þetta myndi kosta Íslendinga svo mikið ef við ferum í Evrópusambandið. Kostnaðurinn fyrst og fremst félagsgjöldin. Þau eru 30-40 miljardar ári og svo hirðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum heiminum mismikla en það eru þó nokkuð margir miljardar. Á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkert hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun, sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annars staðar en í Evrópu. Nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins. Og ég hjó eftir því að það var talað það, fulltrúi Seðlabankans talaði það á kynningafundunum í Hörpu daginn, þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var, að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Ísland gengi í Evrópusambandið. Þetta dálítið mikill kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 milljörðum á ári og svo kemur allt þetta, sko, öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra, þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á 4 árum. Samtals að þá maður komin þannig langt yfir 100 miljardar á ári. En þú ert alltaf ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningu í tolla vörum frá Evrópu Nei. Þú reikna það það sem að, svo kemur eitthvað á móti, sko, það verður einhverju styrkir á móti, það er bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það er í mikið en það verður ekkert á milli mála að það er bara lítill hluti af þessu. Ég trúi því bara mjög mikið þú veist að það kosti að fara inn í eitthvað og ég veit bara ekki hvort það sé þess virði sem lítil þjóð veist hvað við Já. Það er bara ef maður horfir kalt á þetta, það er alveg líklegt að við munum þurfa að borga eitthvað með okkur af því að við erum efnu þjóð Ísland er ríkt land og ríku löndin í Evrópusambandinu þau borga með sér og það eru fátækarlöndin sem að fá þá meira til sína. Þetta er svona pottur. En hvað eru fátækarlöndin? Já, það er öllum Austur-Evrópulönd, mörg hver. Ríki sem hafa verið, sem eru með sko þessi miklu stærri en við, þá eru þau svona hlutfallslega miklu fátækari, þjóðatekjulægir og eitthvað svoleiðis. Hvað fannst þér standa mest upp úr? Mér fannst sko ég er sammálaður, mér fannst áhugavert hvað hann lagði mikla áherslu á hann her og ég held að sé að gera það vegna þess að sko maður sér það út allt bara á sko samfélagsmiðlum sko mæðratips og einhverjum svona grúpum maður að sjá marga koma inn með spurningar Evrópuherinn og hvort að það geti orðið í framtíðinni þannig að Íslendinga verði sendir í hann her en þannig að mér fannst svona áhugavert hvað hann lagði mikla áherslu á það að þetta er eiginlega svolítið ný umræða andstæðingar Evrópusambandsins hinga til hafa ekkert verið mikið að tala um hennan Evróper þannig að þetta er greinlega eitthvað sem að þau sjá að er að virka að núti fyrir þá sem eru óvissir að þannig að þetta er greinlega eitthvað sem þau ætla að fara að keyra á sko. Síðast en ekki síst, svo ég klári þetta nú að þá gerir Lissabon-sáttmálinn ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins. Hvað það þýðir er bara erfitt að segja. Við vitum ekkert hvernig þeir ætla að manna þennan her þegar hann kemur. Ég sko líka skildi ekki að ég spurði hann úti og hann sagði við þig að
landbúnaður og fiskurinn myndi fara í stopp ef að samningsviðræður myndu fara í gang. Já. Þetta með landbúnaðin sjávarútveginn sem að þú nefnir, sko, það bara og sjálfsagt við með aðrar greinar, sko, ég meina menn veit ekki hver framtíðin þá menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu einhver tæki, menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum þegar þeir veit ekki hver framtíðin það ekki sniðugt og svo náttúrulega allir þessi samningar sem að eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir mun allir fara í frost. Ég skil ekki ennþá alveg mörkin, hann var bara eitthvað að tala fólk myndi hægt að kaupa sér línubáta og eitthvað og ég var eitthvað svona, en eitthvað ógeðslega margir að kaupa sér línubáta í mörg ár, eða þú veist? Nei, sko, þetta umræðan það að og sko ég held að snúist það og kannski meira verið talað með í landbúnaðinum að ef að það verið eitthvað sko grundvallar breyting á umhverfinu að þú ert ekkert að fara, veist, þetta bara eins og einhver myndi segja, eftir nokkur ár Patti þá bara þá alltaf að breyta algjörlega íslenska húsnæðismarkaðunum þannig að reglurnar verða einhvern veginn allt öðruvísi, veist, myndur þú þá fara strax og kaupa þér íbúð, eða myndur þú bíða og sjá hvernig nýju reglurnar væru, veist, ég held að sé það sem hann að meina, veist, að ef það er svona mikil óvissa einhverja grein, að þá svona, þú ert ekkert að kannski að taka einhverja áhættu og fara að kaupa eitthvað, veist, og miða við það að hlutirnir verði eins og þeir eru í dag, svo verði kannski einhvern veginn allt öðruvísi í framtíðinni og þá ertu bara að ég ætla ekki að taka sénsinn á því að peningarnir sem ég er að eyða í dag að þeir fari bara í ruglið sko. Það held ég það sem mann er að tala sko. Og ég veit ekki maður hefur heyrt þetta víða sko. Það margt sem langar að spyrja en náði þið ekki og því hann var að tala svo mikið. Eins og hvað? Býtu, ég var með eitthvað hérna. Já, mér langar að vita hvað myndi þurfa að breyta í Evrópusambandinu til að myndi hugsa að það væri þeng. Já, það eitthvað verið mjög fróðlegt að sko, ég var nú eitthvað aðeins að reyna að svona nálgasta hjá honum af því að ég var mikið að reyna að tala við hann sko fullveldi og lýðræði og bara hvort þið var móti Evrópusambandinu sem hugmynd bara yfir höfuð, bara svona einhverja hvort þið var bara móti því að það væri til svona yfir þjóðlega stofnunir og mér fannst hún ekki vera þar endilega mér fannst hann alveg segja bara það getur virkað fyrir suma en bara ekki fyrir Ísland en við myndum hafa samskonar vald eins og Malta, Luxemburg Írland auðvitað stærri en við en svona þessar smáu þjóðir innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær virðist vera svona hlintar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa neina áhrif? Sko, flest þessi ríki sem þarna eru nefnt fyrir utan kannski Írland eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá Luxemburg? Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg bara allt öðruvísi samfélag. Þetta samfélag sem þarna mitt á milli stórveldana og þar aðstæður bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring og það svona Luxemburg virðist bara græða á þessu sko og geta plumað sér einhvern veginn svo það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir spurði hvort það sé ekki bara alveg ánæður eru svolítið þess eðlis að það erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára væri það nú ef eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það maður færa fyrir því rök að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega En sko þessi andstaða heimsýnar hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina einhvers konar yfir þjóðlega stjórn Nei, hugmyndin andstæðan náttúrulega bara svo að við viljum halda í lýðræði á Íslandi. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári, við erum ekki ánægð með þá og þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Þetta er það sem aðrar þjóðir gera í Evrópusambandinu, þeir kjósa sína stjórnendur og kjósa það burt. Já, þær hafa mjög takmörku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkisstjórn þingum með einstakra ríkja dettur í huga semja.
þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi. En finnst þér sko að þú spurður hann út í sko hann, Ólafur Ragnar og Hannes Hólmsteinn sem ég veist ógeðslega skemmtileg spurning. En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólafur Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu, en hver er svona aðal í þessu máli? Það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta. Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski sko, óttist mikið reglugerðafarganir. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég auðvitað óttast það líka. Fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar sko, er meira á varðbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann er, hann segir viti það. Finnst þér svona þeir vera mest ábyrrandi? Er það svona þessi þrír sem þú myndi segja séu svona leiða Sko sérstaklega Hannes Hólmsteinn, ég er með hann á Facebook og það er bara á hverjum degi er bara svakalegu pistill bara eitthvað svona Evrópusambandi, ég bara get ekki lesið þetta sko, ég hef ekki tíman í þetta en ég hugsa, hann er bara einhvers staðar í bara Rio de Janeiro bara að fá sér pína kolata og skrifa á Facebook. En eru þetta menn sem að munu að lokum sannfæra þig eða er ykkur aðrir sem að Já, þessir menn gæti nefnilega samfært mig, það er málið. Já. Þú veist, ég hef gaman á Hannes Hólmsteinn og ég hef gaman á Ólafur Ragnar sérstaklega. Þú veist, þeir geta alveg selt mig bara allt sko. Þannig að ég er mjög spenntur að sjá sko hver kemur fyrir alþýðu, hvað heitir það? Já, það er svona jáhliðina. Jáhliðina, þú veist. Já. Ég er ótrúlega spennt að heyra það út í að það er örugglega hægt að selja mér það líka. Já, saman hvað gerist. Já. Ekki bara, segja þetta gott í dag og fara að bóka næsta þátt. Ég er til í það. Hvað ætlar að gera á meðaltíðinni? Ég ætla að lesa maður betur þetta sko. Ég kom alveg smá ruglaður inn í þetta og var alveg bara betur hvað að tala sko. Ok, þú er orðin sérfræðingur í þessu þegar við erum búnir. Já, það ekki. Þá fer ég 29. ágúst og sitt X og eitthvað. X og eitthvað. Period. Lístu vel á þetta. Takk í dag. Takk fyrir.